Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 44 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég búin að vera að pæla í nokkur tíma núna. Það kannski svona mánuður síðan að fyrstu fræjunum var sáð í hausinn á mér þetta. Og ég búin að fara í nokkra hringi með hver uppruni þessarar pælingar eða hvað ég ætti að kalla hana, fara í gegnum fullt af svona hænan eða eggið að koma fyrst spurningum hvað það í rauninni sem mér finnst svona áhugavert þetta. En ég held að það sem mér finnst áhugavert við þetta og það sem að í rauninni liggur á botninum á þessari pælingu það að make a sense. Ég hef minnst á það áður í einhverjum þáttum fyrir mörgum vikum síðan að þetta mjög sorgleg staðreynd að það ekki til nógu góð leið til þess að segja að make a sense á íslensku sem að þýðir það sama og þegar við segjum þetta á ensku, that something makes sense. En ég ekki bara að tala þessa setningu eða þessa tjáningu að geta sagt, aha, ok, þetta gengur upp. Þú hefur rétt fyrir þér. Og svo framvegis þar sem að við Íslendingar endum á að bara segja enskuna og segja, það make a sense, sem þú hefur eflaust séð eða heyrt áður. Nei, ég að tala það sem að þetta sense þýðir. Af því að innan málfræðinnar, tungumálafræðinnar, þá eru til örugglega fleiri leiðir en bara þessar tvær, en í grófum dráttum ætla ég amatörinn að segja að það séu tvær leiðir. Það eru tvö fyrirbæri sem við getum bent á sem að eru ekki alveg eins, en það eru merkingar, þá þýðingar, og þetta sem að við eigum ekki betra heiti fyrir í almennu tali allavega, sem að sense. Á ensku væri þetta meaning og sense. Því það tvennt þarf ekki að vera það sama. Þú getur vitað að einhver hlutur þýði ákveðin hlut eða ákveðina hugmynd, en það þýðir ekki endilega að þýðingin make sense fyrir þér. Það að segja að þú getur ekki upplifað þinn skilning á orðinu. You can't sense what it means. Þið heyrið kannski hvar vandamálið innan íslenskunnar nú þegar, af því að meira segja á ensku þá meikar þetta orð sense mjög mikinn sense á enskunni. Að við getum fundið fyrir, aha, þetta þetta. Dæmið sem ég tek alltaf þegar ég að kenna íslensku og að tala hvað íslenskan byggir mjög mikið á því að setja saman flóknar hugmyndir, búa til löng orð, með því að setja saman mjög mörg einföld orð sem að við Íslendingar höfum sense fyrir. Dæmið orðið ophthalmologist, sem að þú sem ensku kunnandi fattar örugglega að nafn á þeim sérfræðingi innan læknisfræðinnar sem að sérhæfir sig í sjón.
að hann sá sem að vinnur helst með það að hjálpa fólki sem að með vandamál í augunum. Og þú skilur eflaust hvert ég að fara því að íslenska orðið fyrir þetta augnlæknir. Það að segja að þetta læknir sem að læknar augu. Það miklu einfaldara að skilja það og vita hvað það heldur en ophthalmologist. Fyrir stuttu síðan var ég að kenna einhverjum sem að talar frönsku aðar móðurmáli og ég reyndi að bera þessi rök fyrir hann og segja, já, þú séð að þetta meikar ekki sens. Og hann svarar þá hæl, jú, þetta reyndar meikar mjög mikinn sens frá þeim stað sem að ég kem úr frönskunni, af því að þetta latína og franska beint rómanskt mál. Þannig að þau nota þessa orðhluta ennþá upp að miklu meira magni heldur en enskan gerir. En enskan hefur bara tekið þessi heiti frá latínunni og yfirfært þau inn í sitt mál og láta það bara duga. Frekar en að segja eitthvað eins og eye doctor. Það mætti fara rök fyrir því að þarna séu innbyggðar stéttaskiptingar inn í málinu þar sem að það ekki allra að vita hvað ophthalmologist af því að þá ertu svo mikið menntaðari og af hærri stétt heldur en þau sem að eru ómenntuð og myndu ekki skiljað hvað þetta fyrir en að það lagt það á þau að þurfa að skilja og vita hvað þetta Þá íslenskan ekki með þetta vandamál. En ástæðan fyrir því að mér finnst þetta nokkuð áhugavert að vegna þessa það væri hægt að læra ótrúlega mikið af íslenskunni með því hreinlega að læra bara alla þessa orðhluta, alla þessa stofna og læra hvaða sens þeir orðhlutar hafa. Það eru sum mjög einföld dæmi þetta. Við getum tekið sem dæmi orð eins og háskóli. Þar sem að ef við vitum að stofnin há þýðir eitthvað eins og high og skóli stofn sem að þýðir einhvers konar staður eða stofnun þar sem að þú verður menntaður aðili. Hérna sjáum við einstakt dæmi latínu í íslenskunni en þessi hugmynd að vera á ákveðnum stað til þess að læra svona hluti eitthvað sem að kemur með kirkjunni, þar sem að fólk menntaði sig til að verða prestar og kristin trú á þessum tíma var vissulega kaþólsk, þar sem allt fer fram á latínu, þannig að skóla verður skóli á íslensku. Þannig já, háskóli þýðir þá að sjálfsögðu high school. En hérna veist þú, kæri hlustandi, að háskóli ekki það sama og high school. Hérna sjáum við mun á sense og meaning, af því að sensið sem að háskóli hefur jú að þetta hárskóli, it's a high school, en það merkir university. Þannig að þarna birtist dæmi það hvernig það dugar ekki bara að læra sensin á öllum þessum orðhlutum. Heldur þarftu líka að læra merkinguna þegar þetta sett saman og vita að lógík eins máls þarf ekki að vera sama lógík og annars máls. High school innan ensku talandi heimsins og þá reyndar helst í Bandaríkjunum. Þetta ekki sama skólakerfi og í Bretlandi til dæmis. Það þegar þú ferð á hærra stig náms og þegar þú ert búin að ljúka þessu af þá ertu í rauninni
búin að læra allt sem að myndi gera þig hæfan til þess að taka þátt í venjulegu samfélagi. Og þar á eftir getur þau farið og orðið virkilega menntaður einstaklingur og fengið þér bachelor eða meistaragráðu. Á meðan íslenska lógíkin að þegar þú ert orðin stúdent úr framhaldsskóla, að þá getur þú farið á hæsta mögulega mentastigið innan háskólans og farið upp á hæsta stig. En þarna væri allavega hægt fyrir þig að sjá að við metum þennan háskóla frekar hátt, að þú veist hvað skóli þýðir, og ef við erum að tróða hugmyndinu hálegheit fyrir framan það, þá erum við að tala eitthvað sem æðra, eitthvað sem sett á hærra stig. Þannig að þó þú hefur aldrei séð þetta orð áður, þessa samblöndu af há og skóli, þá ef þú veist hvað þessir tveir orðhlutar þýða, þá ertu örugglega að fara að hafa nokkurn veginn rétt fyrir þér þegar þú rekst á orðið. Kaffistofa annað dæmi þetta. Ég oft að kenna nemendum mínum á þetta. Að þið sjá kaffi og hugsa að sjálfsögðu að þetta coffee, sem náttúrulega utan að komandi hlutur í íslensku samfélagi. Við getum ekki ræktað kaffi hjá okkur og við höfum alveg eins og með skóla bara tekið upp þetta heiti fyrir þennan mjög framandi hlut á þessum tíma sem að kaffi verður til á Íslandi og í íslensku samfélagi. En stofa eitthvað sem við eigum til og höfum átt mjög lengi, af því þetta herbergi sem að innan okkar húsa, sem að hefur ákveðin tilgang. Þetta þar sem að á venjulegu heimili það sem fólk kemur saman og gerir alla þá hluti sem að þarf að gera innan hús, sem að þú gerir ekki úti á akri. Það væri hægt að fara langt með pælinguna orð upprunan og samanburð á orðunum stofa og stove á ensku, en ég sleppi að fara í það núna. En þetta þá allavega einhvers konar herbergi með ákveðin tilgang. Vinnustofa til dæmis íslenska orðið fyrir workshop. Vinna það sama work og stofa room with a purpose. Þannig room with a purpose of work. Ok. Makar sense. Skrifstofa. A room with the purpose of writing. Við þurfum kannski að fara aðeins lengra til þess að geta sagt að þetta make sense með að við merkinguna sem að þetta hefur. Að við erum með mjög ákveðin skilning á orðinu office, en það það sama og skrifstofa. En hvað office ef ekki a room with the purpose of writing? Ef þú hugsar það hvernig skrifstofur fóru að verða til upp úr iðnaðarbyltingunni, the Industrial Revolution. Þannig að kaffistofa endar á að vera room with the purpose of coffee. Og við pælum við þannig, þá heyrum við að þetta kannski ekki endilega það sama og café, hugmyndin einhvern stað sem þú ferð á sem að selur þér kaffi endilega. Þetta hreinlega staður þar sem þú getur verið og notið þess að drekka kaffi. Þú getur kannski keypt það þarna, já, en það þarf ekki endilega að vera það. Orðið sem við notum á ensku til að eiga við sama sens cafeteria, sem það mjög latnesk leið til þess að reyna að segja það sama. Ég man ekki hvað teria þýðir, en það einhvers konar herbergis tenging. En þá já, merkingin og sensið cafeteria þá eitthvað sem að yfirfærist yfir á íslenskuna sem kaffistofa, og þessi tvö orð saman make sense fyrir Íslendingum, að þeir skilja þessa tvo orðhluta, og þegar þeir eru settir saman þá náum við að draga út merkinguna. Mér langar að koma með nokkur snögg dæmi áður en að þátturinn verður
of langur. Ég búinn að tala mun þéttar og með færri stoppum en venjulega, þannig að ég held að þó ég sé búinn að taka upp í stuttan tíma að þá nái upptakan samt að verða nokkuð löng í mínútum talið. En mér langar að segja að smáorðin okkar eru í rauninni líka samsett af hlutum sem að make sense. En það gæti verið að við pælum svo lítið í þeim að við erum ekki lengur að hugsa hvað þau í rauninni þýða. Smá orð eins og einmitt. Ég held að sé ekkert margir Íslendingar sem að pæla í því hvaðan einmitt komið. Þú veist að einmitt þýðir exactly og exactly make sense af því það tekið frá eitthvað sem exact, eitthvað sem nákvæmt. En einmitt, orðhlutarnir eru einu og mitt. Og ein þýðir auðvitað bara einn, sem sagt one. Og mitt tekið út frá hugmyndinni miðju eða jafnvel mið. Mið það sem við notum til að eiga við target. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þess að ef að þú miðar byssu á einhvern, then you're targeting somebody with a gun. Ágætlega ofbeldisfullt dæmi, en það vissulega eitthvað sem að við höfum lært að gera í gegnum tíðina. Þannig að einmitt, einmiðað, einmitt, it is the one precisely targeted thing. Þannig höfum við búið til þessi einföldu orð okkar. Þau eru tekin út frá orðhlutum sem að við erum kannski hætt að pæla í og vegna þess hvað við pælum lítið í því þá töpum við kannski merkingunni af því hvað þessir orðhlutar eru. Við töpum sensinu. Ég var til dæmis að segja nákvæmlega áðan, en ég veit hvað ná ég veit ekki hvað kvæmt á að þýða. Það eitthvað sem að ég hef tapað því að ég hef aldrei pælt í því. Vonandi einhver annar búinn að pæla í því, þannig að við séum ekki búin að tapa merkingunni á þessu sem að klárlega orðhluti innan íslenskunnar. Þessi orðhluti finnst líka í orðum eins og samkvæmt, according to, þannig að það hljómar eins og það sé tengt samanburði, comparison, en ég ekki viss nákvæmlega hvað þetta þýðir. Til að koma með loka dæmi, þá langar mig að tala eitthvað sem að hljómar eins og sér íslenskt dæmi, en það það að sjálfsögðu ekki. Ég var að tala við nemenda minn nýlega beygingar og þá beygingar á eins og íslenskum nöfnum. Ég held að við höfum verið að pæla í kyninu á orðinu Reykjavík. Hvernig getur borg verið með kyn? Jú, orðið borg með kyn, en Reykjavík með sens. Það þýðir eitthvað. Þetta eitt af því fyrsta sem að margir læra þegar þeir fara að pæla í staðarheitum á íslensku og pæla í eins og hvað höfuborgin í rauninni þýðir. Þetta eitthvað svona fun fact sem meira að segja túristar læra. En það að vík það sama og landfræðilega hugmyndin bay.
og reykur orðið okkar fyrir smoke. Beygingin reykja beygingin af reykjum í fleirtölu, þannig að þetta eru reykir. The Bay of Smokes væri þýðingin á Reykjavík. Og mannarnöfn gera þetta líka og þess vegna beygjast þau stundum furðulega. En þetta er eitthvað sem er tapað fyrir mörgum innan til dæmis enskunnar sem að pæla ekkert í því að nöfn hafa beina merkingu. Stundum er það mjög sjálfsagt hvaða nöfnin koma og hvað þau eiga að tákna vegna þess að þetta eru nöfn á persónum sem að finnast innan menningararfs þjóðarinnar og samfélagsins. Sem dæmi þetta mætti segja nöfn sem eru tengd goðafræði eða trúarbrögðum. Þetta eru nöfn eins og Múhameð og Jósef og Páll, Jóhann, Jón, Jóhannes. Þetta finnst í nánast öllum kristnum löndum. Múhameð vissulega eitthvað sem þá meira í hinum arabísku talandi heimi og í samfélögum sem að eru íslamstrúar. En líka einmitt bara úr goðafræðinni, ef að það eitthvað sem að hefur verið hluti af menningarsamfélaginu. Nöfn eins og Aþena, Loki, Óðinn, Þór, fullt af Þórum, Freyr, Freyja. Þetta eru allt mjög algengu nöfn á íslensku, kannski ekki Aþena, en öll þessi í norrænu goðafræði nöfn eru mjög algeng á Íslandi. Þannig að já, þá auðvitað þýðir það. Ég er að nefna þig eftir þessum einstaklingi. En öll nöfn hafa einhvern veginn merkingu. Innan íslenskunnar þá eru til nöfn eins og Jórunn og Guðmundur sem að hljóma eins og þau þýði ekki neitt. Þetta er bara nafn, þetta er bara mannanafn. Nema Guð, já það er mjög augljóst að það þýðir Guð, en þú veist Guðmundur, já, hann bara heitir Guðmundur. Nei. Mundur er gjöf. Morgun stund gefur gull í mund er ágætlega þekktur málsháttur, a proverb á íslensku, sem í rauninni íslenska útgáfan af The early bird catches the worm. Þannig að Guðmundur þýðir Guðs gjöf, God's gift. Og Jórunn er reyndar 2 kenningar og 2 hugmyndir þetta nafn sem ég hef heyrt. Það er annarkvort að þetta sé tekið af Jórunn eða Jórunn. Jórunn myndi þýða að þessi einstaklingur, þessi kona, sé komin af konungum, sé af konungablóði. Jór þá verandi konungaheiti og runn verið tekin frá að renna, til dæmis í orðum eins og uppruni, origin. Hitt væri þá Jórunn. Jór er heiti fyrir hesta og unn er eitthvað sem er í að unna, að elska. Þannig að þetta væri a carer of horses, einhver sem elskar hesta. Þegar ég segi þetta upphátt núna þá finnst mér fyrri kenningin meika meiri sens. Mér finnst það vera eðlilegra nafn á einstaklingi að vera konungborinn frekar heldur en að segja að þetta sé hestaelskandi. En öll hin nöfnin sem við pælum í og notum sem eru kannski alþjóðlegri, eins og segjum bara eins og Karen og Selma. Þetta eru nöfn sem að hafa merkingu. Ég leitaði uppi orðið Karen, eða það að segja nafninu Karen, og það kemur greinilega inn í enskuna frá dönsku að Danir hafi stytt nafnið
Catherine, Katarína, sem er grískt nafn á reyndar helgri konu, einhver sem var sankti, þannig að það kemur í rauninni frá sömu trúarbragða pælingu og Páll og Jón og Jóhannes. Þannig að Karen er í rauninni persóna úr kristinni trú, og Selma kemur frá orðinu Anselma, sem er germanskt orð sem þýðir Guðs hjálmur. Þannig að þessi nöfn eru ekki bara nöfn, þau make sense. Það er að segja, ef við vitum hvaða sense orðið hefur. Þannig að þetta er eitthvað sem ég er búin að sýna ákveðin áhuga síðustu vikurnar og er búin að vera að pæla í hvernig ég geti notað þessa hugmynd til þess að kenna íslensku betur. Þá er ég komin með allt of mikið af efni fyrir einn þátt. Ég held ég geti samt ekki skipt honum í tvennt, þannig að þið fáið bara að njóta þess að ég gef út einn ótrúlega langan þátt. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.